En þá snúum við okkur á Íslandsmótinu í torfæruakstri, en torfæran naut meistarahylli á þessu ári. Flestir áhorfendur komu til þess að sjá hann á staðnum og þar að auki er henni dreift allan heim í 106 löndum og 600 milljónir manna geta nú fylgst með torfærunni hvar sem er í heiminum, nema kannski helst á Suðurskautslandinu. Við erum stödd á Akureyri þar sem fyrsta umferðin fór fram, það var Greifatorfæran og þetta er Ragnar Skúlason að gera tilraun hér við braut númer 2. En Haraldur Pétursson átti titil að verja og hann mætti til keppni með breyttan bíl frá fyrra ári, var nú kominn með mjög öflugt fjöðrunarkerfi. Hann hins vegar var ekki búinn að ná alveg fullkomnum tökum á bílnum þegar að hér kom að fyrstu keppni. Og Gísli Gunnar Jónsson langar mikið í Íslandsmeistaratitilinn, varð Íslandsmeistari síðast 1993, Einar Gunnlaugsson varð Íslandsmeistari 94 og Haraldur Pétursson 95 og 96 og hér er Gunnar Egilsson. Í þraut númer 2 á Akureyri, fyrstu 4 þrautirnar voru mjög brattar og reyndi talsvert á hugrekki ökumanna og einstað þeir hefðu þurft að þekkja bílana sína betur. Þannig var Haraldur Pétursson á ferði í 3. þraut og Gísli og hann fer heldur hærra, stoppar hérna á brúninni, er næstum því farinn aftur fyrir sig. En hann fór alla leið, hann og Ásgeir Jamil voru þeir einu sem fóru alla leið í þessari þraut. Ásgeir Jamil fekk þó fleiri stig en Gísli, þar sem að Gísli bæði stoppaði og fór yfir dekk í endahliði. Þannig að hann fekk talsvert mikið mínus, 50 stig í mínusar. Það var Einar Gunnlaugsson á nýsmíðum Sonax Drega, eða Nordec Drega eins og hann heitir á Íslandi. Þegar þetta efni er sýnt erlendis þá heitir bílinn hjá honum Sonax Dreginn. Og þá er það Ragnar Skúlason í 4. þraut. Og hann missir hér stjórn á bílnum. Nú hér eru allir keppendur í öryggisbeltum alltaf og ef svo er ekki þá eru viðkomandi keppendur reknir úr keppni. Og þrátt fyrir margar veltur í sumar þá urðu ekki óhöpp þannig að menn slösuðust. Og ættu menn almennt að taka það sér til fyrirmyndar og hafa beltin spennt alltaf, bæði aftur í og fram í. Haraldur Pétursson gekk ekki alveg nógu vel í fyrstum 4 þrautunum en sömu sögu var ekki að segja Einar Gunnlaugsson, hann var kominn með forystur þarna og jók hana í þessari 4. þraut. Gunnar Egilsson. En nú koma tímabraut og sjá hvað ég gerir þar. Ég reyni ekki að gera eitthvað betur. Og Gunnar Egilsson er þekktur fyrir það að ná góðum árangri í tímabrautum. Og hann gerði það á Akureyri í fyrstu umferðinni, náði besta tímanum og hækkaði sig nokkur sæti í slagnum fyrsta sætið. Þetta er 5. þraut af 8 en 8 þrautir voru eknar í öllum keppnum sumarsins. Það var nokkur fjölgun á þrautum frá fyrra ári og keppnir urðu svolítið lengri en þær urðu jafnframt líflegri og úrslitin réttari eftir því sem að þrautirnar verða fleiri. Næst besta tímanum í tímaþrautinni sem að þessinni var inn í miðri keppni náði Ragnar Skúlason. Þrátt fyrir að hafa velt í þrautinu á undan og 3. besta tímanum náði Einar Gunnlaugsson sem var með forystu í keppninni á sínum heimaslóðum. Þess má geta að Helgi Sjött aðstoðaði Einar við að smíða þennan bíl og smíðaði annan nokkurn veginn eins en var frá að hverfa í fyrstu þraut þegar bílinn drap á sér og hann fór aftur og bak niður og eina kollsteypu. En Einar Gunnlaugsson kom sá og sigraði í fyrstu umferðinni, hann hefur oft leikið það eftir á Akureyri. Í öðru sæti var Ragnar Skúlason á Subway bíl sínum. Haraldur Pétursson var í 4. sæti og fekk 13 stig, Gísli Gunnar Jónsson í 5. sæti og fekk 11 stig. En Gunnar Egilsson lenti í 3. sæti, þrátt fyrir heldur fá stig úr fyrstu 4 þrautunum. En reglur eru þannig í torfærunni að eknar eru 5 keppnir, 5 umferðir og 4 bestu hjá hverjum keppanda telja til úrslita.
Þorsteinn Einarsson mætti til leiks á nýsmíðuðum bíl sem fékk nafnið Inga. Í þessum bíl var sú sama vél og hann hafði haft í gömlu Ingu þar sem hann var Íslandsmeistari á fyrir nokkrum árum í götubílaflokki. Og hér í 7. þraut þá velt hann og bensíntankurinn stóð opinn og því flæddi út bensín og niður á bústrein og það kviknaði í, en það tók ekki starfsmenn nema 4 sekúndur að komast að bílnum og það tók Þorstein það til 6 sekúndur að komast út, en hann var hins vegar fastur í handleggjaólunum sem að eiga sjálf til þess að handleggirnir sveiflist ekki út úr bílnum við veltu. Nú, þetta var til þess að hann hætti keppni þegar að líða tók á sumarið, en Einar Gunnlaugsson var með forystu eftir fyrstu umferð með 20 stig, Ragnar Skúlason í öðru sæti. Og þá í aðra umferð Íslandsmótsins í torfæru sem framfór í Jósefsdalnum og þar mætti Gísli Gunnar Jónsson með gjörbreyttan bíl. Búinn að lækka bílinn verulega og búinn að setja undir hann loftpúðafjörun og hann tók forystuna í fyrstu þraut sem að var tímaþraut. Haraldur Pétursson í þraut nr. 2, hún reyndist ókleif öllum keppendum. Haraldur rétt hér fer upp á brúnna með miðjan bíl, en það var ekki nóg. Þá var það Gunnar Egilsson. Þessi keppni fór fram rétt fyrir ofan Sandskeið að viðstöddum fjölda áhorfenda í blíðskapara veðri. Keppni fór fram í júnímánuði og það var orðið snjólaust. Þó leyndist snjór á einstaka stað í gryfjunum og meðal annars í einni þraut sem við erum stödd í núna, og það varð Gunnari Egilssyni dýrkeypt. Hann lenti í snjóskafli og fór ekki nema bara rétt 4-5 metra í þrautinni og Gísli Gunnar Jónsson misti bílinn allt og langt yfir til vinstri og tapaði fullt af stigum. En það var mikill slagur fyrsta sætið. Það voru þeir Haraldur Pétursson og Gísli Gunnar Jónsson ásamt Einari Gunnlaugsssyni sem að börðust hér fyrsta sætið. Hér er Haraldur Pétursson að fara þá braut sem að snjórinn þældist fyrir nokkrum keppendum. Og svo í 7. þraut þá skildi sú þraut að þá keppendur sem hafði mikla reynslu og þá sem hafði minni reynslu. Það var braut sem að leit svolítið svakalega út. Og ef menn gerðu mistök hér og fóru of langt til hægri þegar að komið var upp á þennan bakka hérna, að þá var frítt fall fram af þverrnýti upp á 6-10 metra. Og það voru aðeins 4 keppendur sem að notuðu sér sína reynslu, en það eru þeir kannski með mestu reynsluna. Það voru þeir Gísli Gunnar Jónsson, Haraldur Pétursson, Gunnar Egilsson og Einar Gunnlaugsson fóru hér alla reið. Einar Gunnlaugssyni hefur aldrei gengið vel í þeim gryfjum sem að þarna eru og hefur hann margsinnis rætt það að taka með sér viðeigandi menn til þess að blessa gryfjurnar og reka burtu illa anda. Og þegar að komið var að næstsíðustu þrautinni þá var staðan sú að Gísli Gunnar Jónsson var með forystuna og þetta var nánast formsatriði að ljúka þessari keppni vegna þess að Haraldur Pétursson gerði mistök hér og settist á kviðinn og tapaði við það mörgum stigum, og það er alveg augljóst á Haraldi að hann gerir sér alveg grein fyrir því hvaða afleiðingar það hefur að fara ekki lengra í þessari þraut. Hann þess með þetta á Einar Gunnlaugsson, sá fram á það að hann gæti sigrað í þessari keppni, tók hér þá
þann kostin að reyna að fá fullt úr stiga í þessari þraut í stað þess að taka þarna eitt dekk í upphafi brautar. En það var þannig að haldi Jórsins fylstu merkingum. Og þá erum við komin að síðustu þrautinni og hún endar á sama stað og síðasta þraut og það var bara formsætri að fara hér upp en Gísli gerði það ekki. Það var 60 stigum hérna og munurinn á Gísla og Haraldi voru 30 stig fyrir þessa þraut og með því að fara hér upp að þá sigraði Haraldur Pétursson og fekk 20 stig í slagnum Íslandsmeistaratitilinn. Einar Gunnlaugsson fekk ekki nema 11 stig út úr þessari keppni, varð í 4. sæti. Ásgeir Jamil Erlandsson varð í 4. sæti með 13 stig. En Gunnar Egilsson lenti í 3. sæti, fekk 15 stig og hér staðan í Íslandsmótinu eftir 2 umferðir. Haraldur Pétursson með 33, Einar Gunnlaugsson 31, Gunnar Egilsson 30 og Gísli Gunnar Jónsson 28 stig. Það var að 3. umferð Íslandsmótsins í torfæruakstri. Hún fór fram á Egilsstöðum í júlímánuði, 5. júlí 1997. Og þar eru úrslit óvænt. Hér það Ásgeir Jamil Erlandsson sem á ferði í þraut þar sem að kviknaði í bílnum hjá honum fyrir þrautina og einbeitingin var ekki kannski alveg í lagi. Ásgeir Jamil Erlandsson endaði í 2. sæti í þessari keppni. Hér það Haraldur Pétursson og úrslit í þessari keppni í báðum flokkum eru óvænt. Haraldur Pétursson lenti í 5. sæti, Gunnar Egilsson lenti í 7. sæti, Einar Gunnlaugsson lenti í 8. sæti. Blönduðu sér ekki í toppslagi í sérútbúnaflokknum og það lágu þar ýmsar ástæður að baki. Hér það Gísli Gunnar Jónsson sem festir kókomjólkina í botni og fór í allt aðra átt heldur en hann átti að fara og þegar að 2 þrautir voru eftir var Gísli í 8. sæti í þessari keppni. Haraldur Pétursson hér á ferði næst síðustu þrautinni með bílinn í nokkuð góðu lagi en þegar hann reynir að fara hér upp fyrstur allra þá missir hann tökin og kemur illa niður, brýtur við það kúplingu sem að tengir stýristælu við vélina og þessi kúpling var þannig að það var ekki hægt að gera við hana og hann gat því ekki farið í síðustu þrautina og eins og áður kom fram þá lenti hann í 5. sæti og þetta gerði brautina beina fyrir Pétur S. Pétursson og Pétur náði þeim árangri í fyrsta sinn á sinni ævi og í fyrsta sinn þar til að keppnistímabilinu lauk og eina skiptið og hafnaði í 1. sæti með 1250 stig. Frábær árangur hjá Pétri S. Pétursinni sem ekur flugunni en flugan hefur ekki alltaf verið í góðu lagi og oft verið á bakinum í torfærunni. Og hér það Gísli Gunnar Jónsson var í 8. sæti þegar hann fór að staði þessari þraut en klifraði upp stigann þarna og Einar Gunnlaugsson var með bilaðan bíl nánast alla keppnina þangað til að hér var komið en það var þá bara til þess að sitja fastur í moldarbingnum. Og Einar hafnaði í 8. sæti. Reglur í torfærunni eru þannig að 5 umferðir gilda til Íslandsmeistara en aðeins 4 bestu hjá hverjum keppanda telja þó til í heildar stigatölunni og menn hafa því efni á því að missa af einni keppni eða lenda aftarlega í einni keppni en þó ekki meira en það. Hér er Gunnar Egilsson, læðist hér upp á brúnina. Hann hafnaði í 7. sæti í þessari keppni. Það var komin í síðustu þrautina. Það var tiltölulega lítið vatn og varð að grafa hér holu í gryfjurnar til þess að ná vatninu frá leginum til þess að áhorfendur gætu fengið að njóta þess að sjá bílana fara í þennan vatnaakstur sem oft hefur einkennt keppnina á Egilsstöðum og Gísli Gunnar Jónsson náði besta tímanum í þessari þraut og var kominn þar með upp í 3. sæti í keppninni með 1140 stig af 2400 mögulegum. Þannig að stigaskorið var ekki hátt í keppninni á Egilsstöðum en staðan í Íslandsmótinu breyttist heldur betur. Haraldur Pétursson með 44 stig, Gísli Gunnar Jónsson með 43, Gunnar Egilsson 40 stig og Einar Gunnlaugsson kominn í 4. sæti með 39 stig ásamt Ásgeiri Jamil Erlandsssyni. Þá
Þá höldum við til Akranesa sem að fjórða og næstsíðasta umferð Íslandsmótsins í torfæraakstri fór fram. Og hér það Helgi Schjött sem hafði nú ekki náð neitt rosalegum árangri fram til þessa. Hér það Gísli Gunnar Jónsson. Gísli Gunnar Jónsson, Haraldur Pétursson og Einar Gunnlaugsson fengu allir 300 stig út úr fyrstu þraut og tóku þar með forystuna, en Gunnar Egilsson fekk 290 stig ásamt Inga Má Björnsinni og Pétri Pétursinni. Ásgeir Jamil Erlandsson og Sigurður Þórn Jónsson fengu 280 stig út úr fyrstu þraut. Hér í annarri þraut brýtur Einar Gunnlaugsson vinstri framöxul og varð að fara inn í viðgerðarsvæðið til þess að gera við. Haraldur Pétursson ratar ekki rétta leið hér upp á kantinn í þessari þraut. Það var Gunnar Egilsson, staðráðinn í því að fara nú alla leið og taka forystuna. Fer heldur lengra eftir bakkanum og fer alla leið og tekur þar með forystuna í þessari keppni. Komið 565 stig eftir 2 þrautir, 3. þraut og Helgi Schjött á ferð hér. Búinn að ná tökum á bílnum, vantar hér hestlumuninn að fara alla leiðina upp. Og þetta er ein þeirra brauta sem verða verri við það að bílarnir fara í hana. Gísli Gunnar Jónsson, bjarga sér hér snildalega frá veltu. Gísli kom með 730 stig eftir 3 þrautir, Helgi Schjött með 660 stig og Einar Gunnlaugsson er fastur inn í viðgerðarsvæðinu við það að reyna að ná öxulbrotinu úr hjólinu og Haraldur Pétursson fær ekki mörg stig hérna en er þó með 680 stig og Gunnar Egilsson er með forystuna með 765 stig, 35 stig meira heldur en Gísli Gunnar Jónsson og loksins tekst þeim Nordec-mönnum að ganga frá bílnum hans Einars þannig að hann geti keyrt en hann kom á seint í þrautina og var þar með búinn að tapa 60 stigum og var kominn niður í 15. sæti, skal ég segja ykkur. 4. þraut og Helgi Schjött fer hér fyrstur hjá okkur. Klórar þarna aðeins í bakkan, fær 210 stig út þrautinni. Og Gísli Gunnar Jónsson fer örlítið herra og fær 230 stig, kom með 960 stig. Er jú að berjast við Gunnar Egilsson forystu sætið í þessari keppni. Og Einar Gunnlaugsson kom með 760 stig, hann er 200 stigum á eftir þeim sem eru þarna í fyrstu sætunum. Og þetta var afdrifarík þraut fyrir Harald Pétursson. Fer hér hærra en aðrir keppendur, lendir hins vegar illa á klöpp þegar hann kemur þarna upp á og það brotnar hjá honum húsið utan sjálfskiptinguna. Og það er Gunnar Egilsson, vann við forystuna og þrátt fyrir að hafa ekki farið hærra en þetta þá nær hann að halda forystunni. Og hvað er nú? Skiptingin fyrir þinn? Það fyrir út af skiptinguna? Já. Hvað, í síðustu þraut það þurfum að stara upp á brunna? Já. Þetta er Haraldur Pétursson og þeir félagar verða að fara að skipta skiptinguna. Óli, skiptingin farin, hvað verður þið lengi að skipta Ég veit það ekki, þetta tekur langan tíma í þessum bíl. Það er erfitt að komast að þessu. Það var það? Já, mér sýnist það frekar. Það hefur aldrei þurft að skipta þetta í keppni fyrr, sem betur fyrr. Ætli ekki vera fyrir ykkur að fara það Nei. Og þetta getur kostað Harald að heil 300 stig ef hann mætir ekki næstu þraut. Það er takmarkað tími sem hann hefur og reyndar sá tími sem tekur að klára þá þraut sem hann var í þegar skiptingin brotnar, pluss að göttubílarnir þurfa að keyra þá þraut og síðan þarf röðin að koma að honum í næstu þraut. Og svo er þetta spurning heppni eða óheppni hvernig sú þraut er. Ef það er þraut þar sem keppendur ná 300 stigum, það má segja að Haraldur tapi 300 stigum. Ef að hinir keppendurnir ná ekki nema 50 eða 100 stigum, þá er tap Haraldar minna. Haraldur vissi það að næsta þraut var létt þraut og það stefndi allt í það að keppendur myndi ná 300 stigum í þeirra þraut. Og til liðs við Harald gengu aðrir aðstoðarmenn annarra keppenda og tímabilið voru 10-12 manns að vinna í því að skipta skiptinguna. Hér er það Helgi Schjött sem fer í þessa þraut og hann tekur 300 stig og þar með var búið að leggja línurnar. Haraldur, þú tapar 300 stigum ef þú mætir ekki þrautina.
Og það var loksins búið að skipta skiptinguna og þrautin var enn í gangi, en þá fór bíllinn hans Haraldar, Músóinn, ekki í gang. Það hafði farið úr sambandi ein rafmagnsleiðsla og það var að finna hana til þess að bíllinn fari í gang. Og í gang fór hann og Haraldur flýtti sér á staðinn, en hann kom miður og seint og hann tapaði 300 stigum. Núna, ekkert verðum á seinir. Það komist ekki að þrautina. En bílinn, hann kom nýlag. Þið voru í vandræðum þarna áðan með að koma í gang. Já, sambandstæði. Og þetta þýddi það að Haraldur Pétursson rapaði niður í 15. sætið og það voru aðeins 3 þrautir eftir. Gísli Gunnar Jónsson fer hér fyrstur í 3. síðustu þraut. Þraut sem að oft á tíðum hefur reynst mönnum erfið og reyndist mönnum erfiðari nú en oft áður. Hér vantar heslumuninn að Gísli fari upp á, hins vegar var stefnan á bílnum orðin röng, þannig að þó hann hefði ekki brotið hjólið, þá hefði hann farið öfuga leið niður. Einar Gunnlaugsson búinn að horfa á þetta, átti ekki möguleika á sigri hér í þessari keppni eftir öxulbrotið í þraut nr. 2. Þá er það Haraldur Pétursson, hann átti möguleika með því að fara hér alla leið, en hann hefði þurft að reyna aðeins meira. Þá hefði hann getað bætt stöðu sína verulega og bætt upp missinn úr þrautinu á undan. Gunnar Egilsson var enn í hörkubaráttu við Gísla Gunnar Jónsson og með þessari veltu, þar sem hann fer ekki jafn hátt og Gísli, þá var Gísli komið í forystuna með 1400 stig en Gunnar Egilsson með 1395 stig. Það var mjótt á mununum, 2 þrautir eftir og báðar þrautirnar voru tímabrautir. Og Helgi Sjötta ætlar ekki að fórna bílnum hér í eitt eða neitt. Í tímaþrautunum náði Gísli Gunnar Jónsson besta tímanum og stóð uppi sem öruggur sigurvegari, en Gunnar Egilsson hann rapaði úr öðru sætinu niður í það 3. eftir að hafa guggnað á því að fara hér upp þetta bar þar sem hann flaug manna hæst árið 1994. Staðan í Íslandsmótinu þá orðin þannig að Gísli Gunnar Jónsson var komið með forystuna, Gunnar Egilsson var í öðru sæti, Einar Gunnlaugsson í 3. og Haraldur Pétursson í 4. og þessir 4 áttu möguleika á Íslandsmeistaratitli þegar ein umferð var eftir. Og þá höldum við til Hellu í síðustu umferð Íslandsmótsins í torfæru og spenna var mikil eins og undanfarin ár eða árin þar á undan í þessari keppni. Og staðan var þannig að 4 áttu möguleika á Íslandsmeistaratitlinum í báðum flokkum. Það voru Gísli Gunnar Jónsson, Haraldur Pétursson, Einar Gunnlaugsson og Gunnar Egilsson í þessum flokki. En Haraldur Pétursson gerði afdrifarík mistök strax í fyrstu þraut. Fór út úr braut. Skaut niður myndatökumann og myndavél og árangurinn úr fyrstu þraut 0 stig. Gunnar Egilsson lenti því rétt fyrir keppnina að það kviknaði í sjálfskiptingunni hjá honum og hann náði sér aldrei almennilega á strik í þessari keppni. Einar Gunnlaugsson fór þetta faglega í fyrstu þraut. Hlaut þar 260 stig, Ásgeir Jamil Allansson fékk 300 stig, vel gert hjá Ásgeiri. Gísli Gunnar Jónsson fékk hins vegar aðeins 190 stig. Ásgeir er maður sem hefur sífellt verið að sækja í sig veðrið. Vantar aðeins hestlupunktinn að ná þeim árangri að sigra í keppni. Og hér erum við komin í 5. þraut og það er Haraldur Pétursson sem er á ferð hér. Þetta var tímabraut og Haraldur náði öðrum besta tímanum, hlaut fyrir það 270 stig og snerti hans 2 brautarmerkingar, 2 dekk sem afmarka brautina og fekk 250 stig. Samtals fyrir brautina var komið 1005 stig. Einar Gunnlaugsson var með forystuna allan tíman ef undan er skilinn árangur Ásgeirs Jamil Allanssonar eftir 3. þraut. Þá var Ásgeir Jamil með 800 stig en Einar Gunnlaugsson 740. Einar tók hins vegar forystuna aftur í 4. þraut með 1040 stig og heldur forystunni hérna eftir 5. þraut með 1210 stig. Einar Gunnlaugsson
vegar ekki nema 180 stig fyrir tímann í brautinni og var refsað 10 stig fyrir að keyra niður dekk. Ásgeir Jamil fékk 190 stig fyrir tímann og 20 stig í refsingu, 170 stig samtals, var með 1090 stig. Helgi Sjött og Sigurður Axelsson voru þar með fyrir ofan þessa keppendur en þó undir Einari Gunnlaugssyni og Gísli Gunnar Jónsson var í þeirri stöðu að hann þurfti 4. sætið eða ofar í keppninni miðað við það að Einar Gunnlaugsson, Haraldur Pétursson eða Gunnar Egilsson færu með sigur á hólmi í þessari umferð. Staðan var þannig að Einar Gunnlaugsson var með forystuna, 1210 stig eftir 5 þrautir og Gísli Gunnar Jónsson var í 5. sæti fyrir brautina. Hér fór framdrifið úr sambandi hjá honum þannig að hann var að bakka niður og ná upp hraða til þess að komast alla leið og hann fékk því ekki um 160 stig hérna fyrir brautina og var í 7. sæti. Gísli fór beint upp í viðgerðarsvæðið þar sem að olían var mæld á bílnum og bílinn aðeins svona yfirfarinn og settur í framdrifið aftur. Gísli, hvað kom upp að hjá okkur? Það var náttúrulega ómerkileg. Það vísu brotnaði dempari hérna þegar ég lenti. Eitthvað högg hérna sem hann fekk og hann fór úr hérna drifi. Rökk úr hérna framdrifum. Þú ert ekki með það tvöfalt eins og nýtróið? Hér er augljóst að Gísli er að gera sig grein fyrir því að það er ekki svo einfalt að bílinn hafi bara hrokkið úr framdrifunum. Bílinn er greinilega fastur í einhverjum eða engum gír eða framdrifið fast og keppendur eru farnir að stað í 7. þraut. Nokkuð ljóst að Gísli hefur engin efni á því að tapa 300 stigum. Gunnlaugsson er kominn að stað í þrautina. Það voru góð ráð dýr hjá Gísla og hans mönnum. Þeir urðu að finna út hvað var að til þess að geta gert við það og þeir höfðu byrjað allt of seint á viðgerðinni vegna þess að þeir gerðu sér ekki grein fyrir því eftir 5. þrautina að bílinn væri meira bilaður heldur en það eitt að það væri brotinn dempari. Og Einar Gunnlaugsson fekk 280 stig fyrir þessa þraut. Ásgeir Jamil Allansson fekk einnig 280 stig. Þessir keppendur voru allir fyrir ofan Gísla, Einar í forystunni. Og hér eru þeir félagar búin að gera sér grein fyrir því að það fara að skipta millikassan. Það er búnaður sem að tekur við aflinu út úr gírkassanum og dreifir því á milli fram- og afturhjóla. Og millikassin var til, fastur á vara gírkassa. Gísli, hvað er farið? Það er millikassin hérna. Og þið uppgötuðu þetta ekki fyrir bara núna? Nei. Það er marga gildur í þessu. Ég held að vera framdrifið fyrst og var að millikassin. Nærðu næstu þraut heldur? Það held ég ekki, þetta er reddast. Já, hann sér fram á það að hann ná ekki næstu þraut. Keppendur voru í óðan að keyra þrautina og það var rauðum að komin að Gísla. Hann mætti ekki og þar með fékk hann 1 mínútu. Síðan hélt keppnin áfram og Haraldur Pétursson er kominn hér af stað. Og maður þarf að vera minnugur þess að Haraldur Pétursson tapaði 300 stigum í fyrstu þraut. En þegar að komið var að Gísla hann fór aftur fyrir, eins og reglur gera ráð fyrir, að þá mætti hann í þrautina, fór þrautina og fékk fyrir hana 240 stig. Þá voru aðeins 2 þrautir eftir. Gísli kominn niður í 8. sæti, þurfti 4. Einar Gunnlaugsson fyrir fyrstur að stað í næstsíðustu þrautina sem var áinn eins og svo margir þekkja en 3500 manns mættu þarna til þess að horfa á þessa loka umferð í blíðskapara veðri. Einar Gunnlaugsson náði ekki góðum tíma og fekk aðeins 180 stig. Ásgeir Jamil Allansson náði hins vegar góðum tíma og fekk 230 stig fyrir þessa braut og þá var komið að Gísla Gunnar Jónssoni. Og hér bara neyddist Gísli til þess að ná góðum árangri. Og það gerði hann náði besta tímanum og snerti aðeins eina brautarmerkingu, tapaði þar með 10 stigum, fekk 290 stig og var það kominn með 1540 stig og það var 1 þraut eftir en þetta var ekki nóg fyrir Gísla, hann var enn í 7. sæti, þurfti að komast upp í 4. sætið
ef Einar þyrfti að tapa. Og Ásgeir Jamil Allansson fer fyrstur í mýruna. Ásgeir Jamil Allansson var á milli Gísla og Einars og það var því svolítið klaufastrið. Það hefði verið gott fyrir Gísla ef að Ásgeir Jamil hefði stoppað. En hann gerði það ekki og fór alla leið með 250 stig og Gísli fór í brautina og það var mikil spenna hjá eiginkonu hans og hans þjónustu liðin. Hún horfði á, greip fyrir andlitið eins og sjá má. En Gísli sem var á tímabili kominn út úr braut, kom inn í brautina aftur og kláraði brautina. Og þar með lá þetta hjá öðrum heldur en honum og hér kemur Haraldur Pétursson. Hann gerði þau mistök að velja vitlaust dekk, sat fastur í mýrinni og þar með var Gísli kominn upp í 4. sæti og búinn að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Langþráður titill í höfn, búinn að bíða síðan 1993 en náði hér titlinum aftur og varð Íslandsmeistari við mikinn fögnuð áhorfenda. Einar Gunnlaugsson átti þó eftir að fara. Það skipti ekki öllu máli fyrir Gísla hvar Einar myndi hafna í þessari þraut. Einar fór út í pittinn og Einar eini keppandinn sem hefur alltaf farið yfir mýrina og hann ætlaði sér ekki að láta mýrina hindra sig og stoppa sig að þessu sinni á nýjum Nordec-dreka. Þetta var spurningin um það að sigra í þessari umferð. Og það var sama spennan og kannski aðeins skörinni lægri þar sem að Íslandsmeistaratitillinn var kominn í hendurnar á Gísla. Þetta var eingöngu spurning um það að sigra í þessari keppni. Og eiginkona hans og aðrir þjónustu liðar eða aðstoðarmenn sem að geta ráðið úrslitum í svona keppni fögnuðu Einari ákaft þegar hann kom yfir endalínuna þar sem að bílinn drap á sér. En það var nóg, hann lenti í 1. sæti í keppni á Hellu, síðustu umferð Íslandsmótsins. En Gísli var Íslandsmeistari, fékk 67 stig, Einar Gunnlaugsson var í 2. sæti með 64 stig og Ásgeir Jamil Allansson í 3. sæti með 56 stig. Gunnar Egilsson og Haraldur Pétursson urðu að láta sér linda 4. og 5. sætið.